Já, hingað eru komin Lárus Ýmir Óskarsson og Halla Tómasdóttir. Þau eru komin úr reyndar úr svona ólíkum stöðum tilverunar. Halla úr fjármálageiranum og Lárus Ýmir þekktur sem kvikmyndagerðarmaður. En þau eru í stórum hópi fólk sem að boða til þjóðfundar næstu helgi og þetta mikil framkvæmd. Þau kalla sér þetta Mauraþúfuna og það verið að boða fólk héðan og þaðan í Laugardalshöll til að ræða Ísland, framtíð þjóðarinnar og ég veit ekki hvað. Þið kannski segir mér aðeins nánar frá þessu. Já, þetta búið að vera heljarinnar, byrjaði með lítilli hugmynd, ólíks fólks sem kemur frá eins og þú réttilega segir, mjög ólíkum áttum, en við áttum það öll sameiginlegt að finnast komin tíminn til að draga línun í sandinn, skilja fortíðina að baki og í höndum þeirra sem þurfa að gera hana upp og fara að horfa meira til framtíðar. Og þar vildum við bara leita til þjóðarinnar sjálfar, vegna þess að við trúum að sameiginleg viska og sameiginlegu kraftur þjóðarinnar, þar að segja margir maurar geta gert miklu meira heldur en einhver einn, geta jafnvel lyft hlassi. Við vildum ná þarna saman slembi úrtaki þjóðarinnar, ólíku fólki, þverskurði þjóðarinnar, ásamt fulltrúum helstu samtaka og stofnana og hópa samfélagsins, til þess reynilega að ræða fyrir hvað ætlum við að standa vörð í samfélaginu eftir allt sem á undan er gengið, hvert viljum við fara og hvernig ætlum við þangað. Þetta og planið það sem það slembúrtak, þannig að það er bara valið svona random úr þjóðskálanum og hringt í fólk og í boðið. Já, það var nú frægt hérna árið þegar að einhver lét það út úr sér að það væri kannski einhver ákveðin hópur væri ekki endilega þjóðin. Nei. Og sem maður mátti náttúrulega vissan hátt til sanns við að færa, en það er allavega ekki hægt að véfengja það að þegar maður tekur þessar vísindarlegu aðferðir að velja slembiúrtak. Þetta sem sagt handahófs úrval úr þjóðinni af báðum kynjum frá öllu landinu frá aldrinum 18 til 80. Og lýðræðislega gerist það ekki og þessu fólki þetta er ekki bara eins og venjan er hringt í þetta fólk og hvaða stjórnmálaflokk það þarf að kjósa, heldur er að kalla til þessa fundar til þess að ræða saman, ræða hvert við annað. Það er enginn sem ræðir við það eða talar til þess. Nei. Það er bara þarna samankomið í 9 manna hópum út allan sal, 180 borð og ræðir saman og fer inn í ákveðið ferli. Það byrjar á að ræða grunn, lífsgildi, sýn, prívat og síðan sameinast það lífsgildi sem geta gilt fyrir þjóðina í framtíðinni. Síðan er talað framtíðarsýn og síðan er hún greind niður í hverju slík framtíðarsýn, hvað þurfum við gott heilbrigðiskerfi og dómskerfi og hvaða nú er allt saman og þetta er sem sagt gert af fólki sem að er í rauninni þjóðin ef að einhver samkoma getur kallað sig þjóðina. Já, og hvernig er þetta að vinna úr öllu þessum upplýsingur sem koma þarna? Þetta er nefnilega alveg einstakt framtak. Það er svo margir, það eru mörg hundruð, það eru 200 manns bara að stýra þessum borðum, þessum 9 manna hópum að koma að þessu og það eru frábært fólk búið að búa til upplýsingatækni. Þannig að við náum utan öll gögn fundarins og þannig að strax í lok fundar sjáum við hvaða gildi fá mesta vægi á þessum fundi og við fáum ákveðna setningar framtíðarsýn og við fáum að sjá hluti strax í lok fundarins en í kjölfarið verður hægt að vinna enn frekar með þessi gögn og hver einasti þáttakandi og hvað hann vill, nafnlaust samt, verður hægt að sjá. Við getum greint það eftir póstnúmerum, eftir kynjum, eftir aldri í kjölfarfundarins og þetta verður bara gjöf til þjóðarinnar. Og það er þetta tölvukeyra þetta einhvern veginn, þannig að þetta verður allt aðgengilegt bara nánast daginn eftir fundin. Og fundurinn er á laugardegi. Já. Og vil ég ekki koma til mín í Silfur Egils eitthvað frá okkur og segja mér frá niðurstöðum daginn eftir? Ég held að það sé fréttnefnd allavega. Ég skal bjóða ykkur, ég endilega, bara verið besta mál. En er eitthvað sérstök nálgun í svona hugmyndaleg nálgun í þessu? Í grunninn er sem sagt fyrir utan alla þessa ágætu hluti sem hljótast af þessu eins og Halla var að tala strikið í sandinn og byrja að hugsa framtíðina í staðinn fyrir að vera að velta sér upp úr vandamálum núna og fá ákveðna jákvæða umræðu í gang samanborið það sem er búið að vera í þættinu hjá þér að tala að fara að reyna kannski að ræða jákvæða hlutina frekar heldur en að bara vera í þenni eitthvað. Þetta eru svona byproduct, getum við sagt, svona bónus hlutir í sambandi við fundir en grunnhugmyndafræðin á bakvið er sem sagt það sem hefur verið kallað collective intelligence eða viska fjöldans og þess vegna kallum við okkur maurana vegna þess að það er almennt talið og rannsóknir benda til þess að þau fyrirbrigði sem í náttúrunni eins og hjá maurunum
Hjá mauraþúfu, einhvers staðar út í skógi, það til dæmis þannig að allir maurarnir hafa ákveðin hlutverk, það eru verkamenn og hermenn og drottningin og þernurnar og hvað það nú er og hver og einn maur gengur fyrir mjög einföldu forriti. Þeir sem sagt bara hafa og reagera á ákveðna hluti og ákveðin hátt. En síðan gerist það ef það er á í nágrenninu sem grefur sig úr bakkan og nálgast mauraþúfuna, þá flytur mauraþúfan sig. Engin maurinn veit það. Og þetta talið sannað að þetta sé í mannheimum líka svona að það sé sem sagt einhver viska sem við, þú og ég og Halla höfum ekki aðgangað en þannig að það sé svona stórar tilfærslur í mannlífinu sem að og það er ákveðnar aðferðir eins og til dæmis sem verður mjög vel gætt á fundinum til dæmis algjörlega nauðsynlegt að láta ekki einhverja Mussolini eða Hitler að standa og messa yfir liðinu, heldur þeir verður að vera algjörlega sjálfstæðir einstaklingar sem eru sitja, það má ekki hafa nein áhrif á þá á fundinum, engar ræður sjálfbærni eða nokkuð skapaðan hlut og með þessu mótu, með því að halda integrity eða sjálfstæði hvers einstaklings á fundinum að þá er hægt að fá út þessa visku fjölda. Síðan er náttúrulega mjög avanseruð tækni sem okkar menn eru búin að hanna þar sem að fólk fer hringa eftir svona ákveðin brainstorming tækni, þar sem fólk nálgar sameiginlega niðurstöðu líka með ákveðnum miðum og ákveðnum kerfi, þetta er rosalega flott. En þetta fólk sem að er búið að kalla til, það ætlar að mæta þá? Það eru 1100 manns eða rétt tæplega það búnir að staðfesta mætingu. Við munum sennilega bókum 1600 manns, við gerum ráð fyrir svona brottfull á deginum en vonandi ekki. Þannig að fólk sem er ekki búið að skrá síðan fékk búið á náttúrulega að gera það strax. Þetta er náttúrulega einstakt tækifæri að taka þátt í þessum degi. En manni finnst kannski að þetta sé ákveðin opnur þetta vegna þess að ég held að ég sé nú ekki einu maður á Íslandi sem hafa tilfengur að stjórnmálin hérna séu dálítið föst í einhverjum svona hjólfari, sko. Já, kannski bara öll kerfin okkar Egill og þetta er náttúrulega einstakt tækifæri, við erum svo lítil þjóð og fá þarna tækifæri til að koma saman og segja hvernig viljum við hafa hlutina, er eitthvað sem að þessi þjóð ætti að geta nýtt betur en nokkur önnur þjóð í heiminum og við erum búin að fá innlegg frá fullt af helstu fræðingum í heimi sem hafa haldið svona fundi en þjóð hefur aldrei gert þetta með sambærilegum hætti áður og þeir halda varla vatni þessir helstu sérfræðingar í heiminum í stefnumótun eða framtíðarsýn þjóða eða heimsins yfir þessu framtaki vegna þess að þetta er í rauninni algjörlega einstakt. Ég er reyndar í næsta þætti með viðtal við Don Black sem er maður sem Don Beck sem að sko þetta er nú svona pínlítið byggt á hugmyndum frá honum Já, meðal annars, já. Og hann ég sýni viðtal við hann í næsta þætti svona gúrú í þessum fræðum. Hann er einn af þeim sem við höfum leitað til Já, við erum búin að leita í hugmyndasmiðju mjög margra og við reynum að taka það besta frá öllum en það er búin að fara gríðarleg vinna hérna bara hjá mauraþúfun og mörgum í kring eins og ég segi mörg hundruð manns er að koma þessu núna í sjálfboðavinnu og öll helstu fyrirtæki og lítil nýsköpunarfyrirtæki upp í stór fyrirtæki er að leggja eitthvað að mörkum, gefa ávexti, bændasamtökin að gefa kjötsúpu og einhver er að gefa einhver að 1000 kallar, þetta er bara sjálfsprottið framtak. En ég vona að ég fá að heyra svolítið af þessu í þættinum eftir viku. Það er örugglega einhverjum maurar til í að koma og segja Ok, takk ykkur fyrir Lárus Halla, þetta er búið í dag. Takk fyrir að horfa.